Freyja fann ekki köttinn sinn. Kötturinn hennar Freyju heitir Gullveig, oftast kölluð Gulla. Gulla ósköp venjulegur svartur heimilisköttur, fyrir utan það kannski hversu uppátækjasöm og hress hún Saman hafa þær lent í ýmsum ævintýrum, enda þær bestu vinkonur. Freyja læddist húsið sitt sem var fullt af gömlum verðmætum húsgögnum. Gulla var hvergi sjáanleg. Leitin leiddi hann á endanum upp á efri hæð hússins. Freyja kom auga á Gullu fyrir framan dyrnar að geymslunni, þar sem hún sat kæruleysislega og sleikti á sér aðra loppuna. Þannig, hrópaði Freyja og seildist glettnislega eftir kettinum. Gulla smygði sér þá leiftur snöggt hálfopnar dyrnar á geymslunni. Freyja stökk inn á eftir henni og þær æddu báðar á harðar hlaupum inn eftir herberginu. Komdu Gulla, kallaði Freyja á eftir henni. Skyndilega tók Gulla undir sig stökk, kattfimavanda, ofan í undarlega kistu sem stóð á miðju geymslugólfinu. Þessa kistu hafði Freyja ekki séð áður. Mikið ljós kom upp úr kistunni og blindaði Freyju þannig að hún hrasaði og datt ofan í kistuna á eftir Gullu. Á sama andartaki lýsti blindandi ljósið upp herbergið og botninn á kistunni breyttist í einhvers konar göng eða hlið yfir til annars heims. Í lausu lofti horfði Freyja agndofa á þessa vídda gátt fyrir neðan sig. Síðan féll hún í gegnum hliðið og hvarf.